Framkvæmdir við Landspítalaþorpið hafa gengið bara nokkurn veginn á áætlun. Það hefur auðvitað skiptist þetta í marga áfanga. Þessi áfangi sem við verið í hérna djúpilagnaskurðurinn við Barnaspítalann, hann hefur gengið aðeins hægar heldur en við áætluðum og þverunin hérna við Laufásveginn, hún hefur gengið aðeins hægar heldur en við áætluðum líka en á móti höfum við unnið okkur í haginn á öðrum stöðum. Við erum meðal annars byrjaðir að vinna sprengjan í meðferðarkjarnanum hérna fyrir neðan gömlu Hringbraut sem var ekki á áætlun svona snemma. Þannig að við höfum reynt að vinna okkur í haginn þar í staðinn. Nú ef við horfum aðeins bara inn í næsta ár og kannski næstu 2 ár þá heldur jarðvinnan við meðferðarkjarnan, hún heldur áfram og verður út allt næsta ár og við erum að áætla í lok næsta árs, bara eftir ára, þá séum við að klára jarðvinnuna fyrir meðferðarkjarnan. Síðan það þá bílastæðahúsið sem á að koma undir torgið austan megin við meðferðarkjarnan að það þá jarðvinna sem eftir og mun aðeins koma inn í árið 2020. Nú í vor, svona í kringum apríl, þá byrjum við að vinna við undirgöngin sem fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur undir gömlu Hringbrautina, alveg út við Snorrabraut. Þá lokar sá stubbur af gömlu Hringbrautinni, hann lokar þarna í apríl og þá förum við að gera þessi undirgöng og verðum í því næsta sumar. Næsta haust opnum við svo aftur frá Snorrabrautinni og inn á bílastæðin frá gömlu Hringbraut og inn á bílastæðin sunnan við Geðdeildina og Eyrberg. Við áætlum svo að geta hafið uppsteypun á meðferðarkjarnanum næsta haust og það auðvitað verkefni sem tekur og stendur yfir bara næstu árin. Í rannsóknarhúsinu þá erum við búin að semja þar við þá hönnuði sem munu fullhanna rannsóknarhúsið. Sú vinna fer af stað bara núna strax á 9 ári. Reyndar hefur vinna Nýs Landspítala og Landspítalans, það að segja notenda samráði, það búið að vera í gangi núna í haust og þannig að það vinna sem búin að vera í gangi en hönnuðirnir koma svo að verkinu núna í byrjun árs. Við erum að vonast til þess að geta svo farið út með útboð fyrir fullnaðarhönnun bílastæða, tækni og skrifstofuhússins og geta farið út með það núna í byrjun árs 2019 þannig að sú hönnunarvinna mun standa þá yfir líka á næsta ári. Þessi jarðvinnuáfangi sem í gangi núna, sem IAVF hefur verið að vinna, hann mun taka enda fyrir hluta árs 2020 og þá beint í framhaldinu gerum við ráð fyrir að byrja á öðrum áfanga gatna og lóðar framkvæmdarinnar og áætlum að sá áfangi verði meiri hlutan á árinu 2020. Uppsteypun meðferðarkjarnans og bílakjallarans heldur auðvitað áfram bara og verður svona auðvitað megin þungi verkefnisins árið 2020 uppsteypun meðferðarkjarnans. Áfram heldur fullnaðarhönnun rannsóknarhússins árið 2020, hún heldur þar áfram og svo áætlum við að geta byrjað jarðvinnuna og boðið út jarðvinnuna fyrir rannsóknarhúsið á svona mitt ár 2020 og haustmánuðin 2020 byrjum við að grafa fyrir rannsóknarhúsinu. Jarðvinnan fyrir bílastæða og tæknihúsið sú hönnun auðvitað þó hún byrji kannski svipað leyti og rannsóknarhúsið þá það auðveldara hús þannig að við gerum jafnvel ráð fyrir að geta byrjað jarðvinnu á því húsi fyrr og uppsteypun á því húsi að hún geti hafist svona kannski mitt ár 2020. Og það þýðir þá að árið 2021 að það þá svona þyngsta árið eiginlega í öllum framkvæmdunum. Þá erum við komin með öll 3 húsin, meðferðarkjarnan, rannsóknarhúsið og bílastæðahúsið, öll í uppsteypun og jafnvel 2021 hafin einhver innivinna í meðferðarkjarnanum. Fer aðeins eftir því hvernig hann verður steyptur upp en það verður mikill þungi í verkefninu 2021. Það sennilega svona stærsta árið, 2021 og 2022 stærstu árin í heildarverkefninu. En það þýðir þó hins vegar ekki að starfsmenn og sjúklingar finni mest fyrir því á þeim árum. Þá þetta ár og þessi vetur sem við erum að gangi í gegnum núna að hann svona gagnvart starfseminni, gagnvart sjúklingunum og starfsmönnunum, þá hann mest krefjandi.
Það bara vegna þess að hér núna erum við í að færa gatnakerfið og færa lagnirnar upp að núverandi starfsemi og erum að grafa og gera mikla jarðvinnu, sprengingar og annað slíkt alveg upp við byggingarnar þar sem starfsemin í gangi. En þegar að uppsteypun á húsunum byrjar sem að verður hérna meira á suðurhluta lóðarinnar og fjær núverandi starfsemi að þó svo að það sé mikill þungi í framkvæmdunum og þá held ég að bæði sjúklingar og starfsmenn muni finna minna fyrir því svona dagsdaglega.